Til hamingju með titilinn, menn ársins á Suðurnesjum. Takk fyrir. Takk hérlega. Hvernig leggst það í ykkur svona, voru að fá fregnirnar? Svona fyrstu viðbrögð, hvernig eru þau? Bara mjög góð sko. Já, bara alveg snillt. Já. Bara takk kærlega fyrir okkur. Já. Mjög skemmtilegt. Hvernig hugsið aðeins yfir farin veg þetta ár, síðasta ár svona, það er nú ýmislegt gengið, þá getur þau svona farið yfir það kannski á hundavaði? Já, sko við náttúrulega byrjum á því að fara inn í stúdíó að taka upp efni fyrir alþjóðlegu útgáfuna. Alþjóðlegu, já. Já. Erlendu útgáfuna. Og já, tókum við 2 lög þar, fyrir þá plötu, eða já, eitthvað. Og síðan förum við á okkar fyrsta Ameríkutúr í mars. Já. Og já, svo bara eftir það þá fylgja fleiri túra að Evrópa og fórum hann til Ástralíu og svo aftur Ameríka og svona. Þau takið upp þetta, talað þetta, fyrir erlenda markaðinn. Já. Það var svona, ok, frábært, smá ykkur tækifæri. Og alla hefur ykkur gruna hvað væri svona framöndan? Nei. Nei, þú veist, maður getur ekki svona búið sér til svona hvernig hlutinni muni gerast. Eða þú veist, maður svona getur ekki búið til, já, í haustum á sér eitthvað svona, já, það verður pottþétt svona. Já. En það var bara svona einhvern veginn miklu meira en okkur. Það hefði einhvern veginn svona dreymt um. Já. Hvernig er svo þetta líf að ferðast og túra? Er þetta eitthvað svipað og ykkur hafði kannski grunað áður eða ykkur á hugmyndum? Miklu erfiðara. Já, ég veit ekki beint við hverju ég bjóst við, sko. Nei, þú veist, já, ég vissi maður vissi ekki hvernig maður gæti séð það fyrir sér. En síðan var það bara svona aðeins, já, miklu erfiðara, meira viðtölum. Miklu meira svona viðtölum og svona, þú veist, þetta var ekki kannski alveg svona, þetta var svona, maður hélt kannski að maður geti svona, jú, svo til hátíðis eða eitthvað svona. Ég held að það væri kannski svoleiðis pakki, sko, en síðan var þetta bara vakna klukkan 8 eða 7. Eitthvað í einhverju svona sjónvarpsþætti og eitthvað svona. Fjölmiðlarnir eru grimmir. Já, það var hrikalegir. Það líka kannski, maður hélt líka, þú veist, maður var að fara heldur þessum stöðum, sko, og hugsaði með sér eitthvað, þetta er alveg snill, maður er að ferðast og sjá svo mikið. Já. En við erum alltaf ekki búin að sjá neitt eða þannig, sko, við varum bara inn í rútun okkar og inn á stöðunum sem við erum að spila og svona kannski hverfi þegar við fáum á hlaupum. Er eitthvað sem stendur upp úr þessu ári? Svona sérstakt? Náttúrulega að ná að selja gullplötu í Bandaríkjunum, það er mjög gott, það er svona skemmtilegt. Hvað er að tala mörg eintök gull í Bandaríkjunum? 500.000 og síðan spila á Lollapalooza og Já, geðveikt. Já, svona spila á öllum þessum festivalum sem maður hefur heyrt bara svona eins og eitthvað svona heyrt að fólk sé að fara á. Já. Á Redding eða Leeds eða eitthvað svona og sé allt í maður að spila þar. Það var svona. Já, það var einhverju kannski langað að fara á sjálf. Já. Svona alls konar moment, sko, sem maður eftir svona þegar maður lítið tilbaka sem er bara geðveikt, þú veist, það var svona ég myndi eins og þetta var að plúsa þegar þau hendur köku upp á svið. Já, hendur svona stórar uppblásu köku. Já. Og síðan ætlaði Árni held ég hendina út eftir svona að vera að gera svona sniður en hún bara svona alltaf er uppblásin en það tekur svolítið loft á sig þannig að hún bara svona lendi svona eiginlega bara strax fyrir framan á. Það ætlaði að taka svona rockara mús, sko. Talandi einhverja rockara sögur, er þetta með bara sitja í rútu og reyna að ná smá svefn á milli tónleikastaða eða hvernig er ekkert jam eða slíkt í gangi? Það eru svona frítar og svona reynir maður kannski eitthvað aðeins að skemmta sér. Jú, við skemmtum okkur alveg. Sletta þessu klaufum, en ekkert voðalega. Ég er nú bara að prata gítar Já. Á sviði, það er nú alveg Var það óvart? Það var rosalega óvart. En þú veist, það var alveg svona moment sem hefði getað verið. Þetta lúkkaði alveg eins og ég væri alveg brjálæðislega cool en ég var ekki að reyna að vera eitthvað cool. Það var mjög asnalegt bara. Hvernig gerðist það? Ég var hérna upp á trommupallinum og var að telja svona taktir með hendur og svona lemjandi á gítarinn minn og ég lamdi í gegnum hann. Og svo eftir það braut ég innir í minn með trommukjöða. Ég er bara á engin rockmoment, ég er svo... Ég er bara klaufi. Ok, mér langar aðeins að svona fara í fortíðina og þegar þið eru að byrja eitthvað svona tónlistarferil hérna á Suðurnesjum, væntanlega bæði gengið í tónlistarskóla, getið þið svona aðeins sagt mér frá hvernig þú til dæmis Brynjar segir mér þessu fyrst, hvernig þinn tónlistarferil hefst? Já, ég var í svona 4. bekk, þá byrjaði ég á píanói hjá
hún heitir Ragnheiður í tónlistarskólanum í Keflavík, ég held að hún sé ennþá að kenna það, sko. Og síðan hætti ég þar eftir 1 ár, sko, fannst ég alveg nógu spennandi og var alltaf, sko, ég vildi alltaf læra á rafmagnsgítar, sko. Mamma var alveg, já, þú verður að bíða eitthvað svona, ég er ok. Og síðan fór ég að læra rafmagnsgítar hjá Ómari Guðjónssoni og þá var ég 12 ára og lærði ég á honum ykkur 5 ára eitthvað og síðan kom einhver nýr kennari og síðan einhver nýr kennari. Þannig að ég lærði þarna í ykkur 8 ár eða eitthvað og síðan fór ég að læra á píanó í 1 ár með því aftur hjá Sunnu Gunnlaugs og síðan, já, og það var bara búið. Og varst í ykkur hljómsveitum með einhverju svoleiðisfikti á þessum tíma? Já, ég var bara að spila með félaga mínum úr Sandgerði og, já, hún Finnbirni. Voruð þið svona að trúpa eitthvað bara á paddís eða hvar voruð þið að spila? Nei, við spiluðum ekki neitt, sko, við vorum eitthvað svona... Bara fikkt inn í skúr? Já, við vorum bara að jamma. Bara ég, hann og kannski bróður minn á trommum og bróður hans á hljómborðið eitthvað. Þetta var alltaf bara eitthvað svona, bara að hittast og bara gera eitthvað skemmtilegt. Tók reyndar upp 1 lag hérna með hann í þessu stúdíu með þess að spilaði bassa, ekki gítar. En þú nefnir hvernig hefst þetta allt svona hjá þér? Og færðu svona áhuga á tónlist kannski? Ég held ég hafi svona alveg haft rosa lengi áhuga á tónlist. Það var kannski ekki mikið þú veist, það var ekki mjög aðgengilegt hjá mér þannig. En ég byrjaði svona eitthvað að væli mömmu að fara að spila að fara á píanó. Og þeim var svona aðeins auðveldara að láta mig hafa gítar. Það hefði keypt bara með gítar og sendið mig í tónlistarskóla. Ég var þar í svona einhver 5 ára eða eitthvað í garðinum. Og já, svo var ég bara alltaf að fikta við að semja og svona og var svona koma fram. Hvað er þetta gömul þegar þú byrjar fyrst þarna í tónlistarskóla? Ég hef verið svona 13 ára. Okay. Já. Og síðan bara eitthvað. Síðan bara kynntust við í FS og bara... Kynntust við í FS og bara... Hvernig var tíminn í FS? Svona voruð þið í félagslífinu og maður har heyrt af því að þú hefur spilað allavega á sal svolítið svona, passar það? Að þú hefur verið með gítarastundum upp á sal? Jú, ég gerði það einhvern tímann. Já. Og var eitthvað sem plataði út í það? Eitthvað sem plataði út í það. Brennandi áhugi bara að koma sér á framfæri? Já, ég veit ekki. Ég var alltaf að setja mig í einhverju svona óþægilegar aðstöður af því bara einhvern veginn. Með eigið efnið þá? Já, ég var alltaf eitthvað út af mér, sko. Fullan sal og úlingum og... Já, ég vina frá spiliðum einu svona á EFS sem er mjög minnistætt. Þar sem við komum og spiliðum í salnum. Og akkur þegar við erum að spila með svona, þú veist, rosalega rólega tónlist og svona og enginn beint að hlusta á svona kliður í salnum, þá hver allt í hérna að fara að gefa pulsur, fría pulsur. og fólk bara tjúlaðist, bara fría pulsur. Raggi, þú veist, ég var nýbúinn að kynnast honum og þetta var svona annað skipti sem við spiluðum saman og hann eitthvað bara mætti það bara, hvað er í gangi í bæ? Af hverju allir svona brjálaðir í fría pulsur? Alveg saman. Við þetta þá þegar hljómsveitin var að spila hann að FS? Já, við vorum ekki held ég of mest þessi menn þetta, við vorum bara að spila undir Raggi hefur verið með eitthvað sér? Já. Þetta var eitthvað, þú veist, íþróttadagur í FS eitthvað svona skrítið. En varst þú ekki með eitthvað verkefni Songbird? Kemur þú ekki inn í það einhvern veginn? Jú. Hvernig var það? Jú, þetta var sko einhvern veginn þannig að ég var bara ofta að spila, ég var að spila ofta paddís og spila með Trúpatrix sem var svona stelpur sem voru búin að hópa sig saman og voru að spila og þær sem þetta voru að fara hringir í landið að svona smá tónleikaferðalag og þá var ég svolítið feimin við það þannig að ég vildi fá vinum mínum með mér og hann kom með mér helminginn, hann Brynjar og svo bara eftir það þá bara þú veist fannst okkur bara gaman að spila saman og hann kom með mér og svo bættist Raggi við og svo svona kringum músíktilraunir þá bætum við Arnari við og ákveðum að vera hljómsveit. Verður svona til í kringum ykkur tvö þá og þið bætið Ragga við ykkur og þið eru kjarnir í þessu eða? Já, kjarnir og Keflavík sko, á Suðurnesjunum. Við erum ekki úr Garðabænum. Það er mér langar aðeins að spyrja ykkur áhrifavalda og svona tónlist sem þið hlustuð á í æsku. Já. Já, ok. Hvað erum við að tala um þar? Ná, byrja. Á ég að byrja? Sko, já, svona í æsku sér. Ég, svona sem unglingur hlustaði rosalega mikið á The Cure til dæmis. Og, já, ef ég hugsa lengra tilbaka þá er ég komin búin til eitthvað rugl, sko. Já.
Ég núna? Já, þetta með það. Já, þegar ég var yngri, þetta kemur kannski inn á líka sko, hvernig ég byrjaði svona að hafa áhuga á tónlist, það var það var alltaf til svona strengjavis gítar heima og ég var alltaf að horfa á Help með Beatlunum, svona 4-5 ára, spila og söng á strengjavis gítarinn minn og það var svona fyrsta sem ég hlustaði ógeðslega mikið á, það voru Bílanir fyrsta ástin. Já, það er fyrsta ástin, Help með Beatlunum, það var geðveik plata og geðveik mynd. Er eitthvað svona samstarf, langar ykkur í eitthvað samstarf með ykkur, með eitthvað draumur? Jafnvel íslenskri eða erlendri, hljómsveit eða tónlistamanni? Sko, Já, ég er að fara að vinna plötu með Kanye West. Nei, tjók. það væri ekki liðilegt. Það væri enda geðveikt, sko. Það væri cool. Hlustið þið á hip-hop? Ha? Hlustið þið á hip-hop? Ég hlusta mjög mikið á það. Svona smá. Já, svona. Já. Das. Já, sko við erum að fara núna eins og við förum til Evrópu, þá erum við að fara að taka Múkisson með okkur. Ok. Það verður ógeðslega gaman. Það var gaman kannski að einhverju samtsekki að malla eitthvað með honum. Já. Já. Það veit ekki. Er hann einhver svona, hlusta á tónlistina hans mikið? Já, ég er mikill aðdáandi. Hann er alveg, þú veist, einn af mínum svona, ég man þegar ég hlustaði á fyrstu plötur hans, Lonely Mountain, og það var lag sem heitir Poker Pal og hann var að spila það í kastljósinu. Þá, það var svona, ég hlustaði á það lag og langaði alveg bara að semja, sko. Já. Þannig að hann hefur alveg haft áhrif á hann. Þú talar það áðan að þú hefur að semja bara síðan og varst unglingur. Já. Hvernig er það, kemur það auðveldlega fyrir þig? Semja lög? Já, það er bara, ég veit það ekki, ég hef bara alltaf verið voða mikið eitthvað sem ég var að gera. Þannig að, kannski ekki auðveldlega, ég veit það ekki, það er bara svona, ég hef alltaf rosalega gaman að því. Hvernig lagahöfundur er hún? Hún er bara frábær lagahöfundur. Mér finnst það, sko. Svona, þú veist, einfaldir hlutir, bara svona sem að virka svo ógeðslega vel, sko. Það er eitthvað svona sem að, já, ég hef mjög gaman af, sko. Og sem að hún einhvern veginn er að töfra fram sem ég bara skil ekki, þú veist. Þú var ekkert verið að leggja þetta fyrir að semja? Jú, aðeins, sko. Ég hef alveg svona komið eitthvað smá inn í hljómsveituna, sko. Já. En ég held að Svo það var bara líka verið, þú veist, saman, krakkarnir og svona að leika okkur, sko. leika okkur. Það kemur Ég held að lögin mín gæti verið súr fyrir hljómsveituna, sko. En hvernig, ef við tölum aðeins hljómsveitina svona sem heild, er einhver leiðtogi í hljómsveitinni, hvernig fer þetta fram? Sköpunarferli og svona, þegar þið eru að reyna að búa eitthvað til? Þetta er nú bara lýðræði, sko. Já, þetta er engin einræðisherra, sko. Nei, þetta er náttúrulega bara, þú veist, bandið eins og það er út af heildinni, sko. Já. Þannig að það er svona, það sem að, þetta gengur svolítið út af hjá okkur, held ég. Semjið lögin þá svolítið saman eins og nefndir aðeins. Verður þetta til svona hjá öllum eða kemur eitthvað með eitthvað grunn? Semur þú kannski meiri hlutan á lögunum? Hvernig er það? Sko, það er náttúrulega kannski, sko við gerum þetta þannig að það er svo ég og Raggi oft og Arnar erum oft sem að koma með svona einhverjar hugmyndir og svona lagahugmyndir og síðan sko búum við til, sem sagt, landslæði saman, eða þú veist, við setjum þetta síðan saman og búum til, þú veist, búninginn og svona, þannig að hittumst og gerum það að einhverju. Þau teiknar svona útlínunar og síðan málum við öll saman inni. Já. Þetta er einhvern veginn þannig, sko. Þetta er gott. Ég fallega sagt. Jú, mér finnst þetta flott. Erum okkur aðeins að spyrja frægð. Er það eitthvað sem að þið viljið kannast við? Eru þið orðið fræg? Finnið þið fyrir? Eru þið erlendis náttúrulega á tónleikum og svo líka hér? Fólk náttúrulega lítur að fara að þekka ykkur út á götu og svona. Hvernig upplýðið þetta? Þú veist, svona úti, þá var það svona aðalega bara beint eftir tónleika. Þegar maður lappar út, þá var eitthvað fólk eitthvað svona oh my god, eitthvað svona og spennt og eitthvað svona. En síðan, þú veist, er það ekkert meira en það, sko, eiginlega. Eða mér finnst það ekki verið mig. Nei. Þú veist, ég meina ekki einu sinni, eða ekki hérna heima, ég held að enginn veit hvað ég er. Ég hef nú séð nokkra síður og síður hreinlega alveg tilengjaða þér. Já. Hefur séð það eitthvað, Tumblr síður og svona? Já, ég hef séð það. Það er alveg frekar súrt, sko. Já. Það er mjög skrítið. Eitthvað sé svona mikið að
pæli manni. Já, þú veist, fólk er að spá í hárgreiðslunni og Já. hattinum og svona, þú veist, þú er að viðhalda þessu, er þetta eitthvað, þú mátti komið trademark svona, raka í hliðin og hattinn og svona, er þetta eitthvað? Ég bara, já, svo margar svona bad hair days, sko, þá sko þetta að skella bara hattinum á og ekki að pæla. Ég er reyndar alveg verið spurður hvernig ég geri hárið mitt. Ég bara, ég hérna... Þið sagði það náðan, þá varum bara húfu og svo bara, það bara kemur fullkomið. Já, þetta var eiginlega bara svona, þú veist, ég fór í sturtu í gærkvöldi og síðan vaknaði ég og síðan svona var ég alveg, ok, þetta er fínt. Það er svona einhvern veginn hvernig hárið mitt verður til. Það er svona rockstjörnu lúk. Já. En hérna, fjölskyldurnar ykkar, eru þær að, hvernig þær að bregðast við þessu, eru bróðir þín til dæmis, er hann að skjóta eitthvað á þig eða svona, hvernig verður sambandið við fjölskylduna þegar menn eru svona ég vorkir hann svo sko, og það að hann lendir oft í því sko, þegar hann fer hann niður í bæ, þá kemur fólk eitthvað alveg, hvað er að greiða bróðið þínum? Eða eitthvað svona, og hann bara eitthvað svona, bara þú veist, hann er hérna, gerir stundum díl við vini sína, hann segir ef einhver spyr mig aðeins þegar ég kem niður í bæ, þá skuldið mér bjór, og það er eitthvað, ok, síðan, þetta fyrsta sem ég sagt við hann, og þá fær hann bjór, og hann bjóð til nýlega bróðir, sem að hérna heiti Gulli, og fer alltaf að spyrja, hvorum? Og svona, fólk eitthvað, hvað meinur þú? Er hann Brynjar eða Gulla? Fólk verður það bara svona ringlað og veit ekki alveg hvað hann er að tala um. Okay. En svona, hjá þér, foreldrarnir og annað, er eitthvað, hvernig bregst fólk við þessu fjölskyldan? Bara, við erum alltaf rosalega forvitin, sko. Maður kemur hér í jólabóðun og það er allir bara, og hvað? Hvernig var chillin? Já, hvernig? Er hann með flotta haugu? Flotta haugu. Vala, já, hún er mjög flott. En það er ekkert komið öðruvísi fram við ykkur af ykkar nánustu, væntanlega ekki svo sem en? Nei, ég held að sé allir bara svo spenntir og ánægðir og finnst gaman að fylgjast með, sko. Já. Allir svona mikið að styðja mann í þessu, sko. Já. Þetta er náttúrulega ævintýri og getur enda hvenær sem er svona. Já. Eitthvað svona spáð í þessu alveg bara, vá, hvað þetta endist lengi og hvað voru það að næsta plata góð og er menn að pæla í þessu? Ég er ekki búið mikið að pæla í þessu. Ég veit ekki. Nei, þú veist, ég hef ekkert pælt mikið í, en ég er samt alveg svona, svona meðvitaður út af þetta gerði svo rætt, sko. Það gæti alveg enda jafn hratt, sko. Þannig að, þú veist, maður verður bara að njóta það sem meðan þetta er. Þú veist, við erum hvað sem er það unga, það skiptir engum máli. Það er svo líka bara, þú veist, þess að við næstu plötu, það bara, gerum bara það sem okkur langar til að gera. Þú veist, við gerum það svo okkur langar til að gera þessari plötu og það gekk alveg ágætlega og ef það gengur ekki næst þá er maður samt bara að fylgja sinni sannfæringu þannig að þú veist, að bara... En svona nú er komið útgáfu fyrirtæki svona með ykkur og fólk í kringum ykkur. Er það eitthvað, þið fáið alveg frjálsar hendur? Já. Það er ekkert að hafa neina áhrif við neitt svoleiðis? Já, það er náttúrulega... Þið verður að koma með hitt? Þú veist, þeir eru svona með puttana í hlutum þannig, skilurðu, en þeir hafa, þú veist, en það er okkur rosalega mikilvægt eins og þau eru ekkert eitthvað að segja við ykkur, já, gerið hresla núna. Nei. Eitthvað, það er alls ekkert svoleið, sko. Það er bara svona... En það myndi það alveg örugglega ekki fara við ykkur. Nei, þú myndi gera geðveikt þunglind lag núna. Nei, það er svona, það hefur alveg skoðanir, svona eitthvað svona, segja eitthvað svona, Er það ekkert fyrir skrítið að vera með allt í einu svona eitthvað tím eða fólk í kringu sig? Eitthvað svona 3 auka. Það er svolítið pirrandi, sko. Nei, maður kannski aðalega eina skipti sem ég fundi fyrir var þegar við vorum að taka upp myndband. Já. Þetta fyrir Mountains á, sko. Og það var svona myndband sem kom aldrei út af því að við erum svo rosalega ósátt, sko. Við tókum það upp í LA og við, samningurinn var svo að við yrðum ekki í myndbandinu. Við vildum ekki vera í því, sko. Og svo var þetta svona, jú, ok, við skulum vera í því. Við ætlum að vera einhverjum svona karakterar alveg í bakgrunnum og svona, það verður fyndið fyrir fólk sem þekkir okkur. Og síðan endaði þetta einhvern veginn þannig að þau sendi einhvern fulltrúa hérna frá og þau vilja náttúrulega fá okkur í myndband til þess að, þú veist, fólk þekki andlitin og svona. Og þetta endaði bara þannig að við hentum myndbandinu. Já. Okay. Þannig að það er samt eina skipti sem ég fundi fyrir svona einhver svona óþægilegri afskipti sem er. Annars er þetta voðalega, þú veist, eins og við höfum allt, þú veist, svona listrænt stjórn, við sjáum bara allt sem kemur frá okkur er okkar, sko. Já. Það er eitthvað sem við sömdu bara strax þegar við gerðum eitthvað samning. Já, við líka vorum hérna í samræðum við, þú veist, önnur fyrirtæki þannig að við náðum svona að einhvern veginn að koma þessu til dæmis inn bara. Er einhver önnur myndbönd eða eitthvað svoleiðis á döðinni?
Það gæti vel verið. Já, kannski. Kannski verið að vinna í einu núna. Kannski. Ok, mér langaði að spyrja, eru menn að verða ríkir á þessu? Eru þið byrjað að sjá eitthvað? Er að hækka inn á einkabankanum upphæðin? Sko, ég var alltaf að vinna á sjoppu í gamla daga. Ég fekk svona 100 skall á mánuði. Og ég er alveg svona, kannski svona 30 skalli meira núna, ég veit ekki. Ok. Ég bý bara en það er með mamma og pappa sko, þú veist, ég held að það sé bara nóg. Já. En hvenær kemur eitthvað, hvað þarf að gerast með túr út allan heim og hvert þarf peningan? Er það allt svona í útgáfuna fyrst og þarf þetta að hlaða svolítið utan á sig? Þetta er náttúrulega bara, þetta er svo, til þess að láta þetta virka þá, þú veist, fara svo miklu peningar í þetta, þú veist. Halda batterínu gangandi svolítið? Já, þú veist, það hefur verið með ótrúlega mikið fólki sem er að vinna með okkur til þess að láta þetta bara, þú veist, þannig að við bara, þú veist, keyrum okkur ekki alveg út, sko. Já. Og náttúrulega bara verið með hljóðmann, verið með túrmannsir, aðstofutúrmannsir, bara upp á túran að gera, sko. Já, þegar við erum að túra þá erum við með svona 5-6 manns að vinna, þú veist, fyrir okkur, eða meira. Við erum með 7 og síðan náttúrulega rútubílstjóri og eitthvað svona, þú veist, þannig að það er alveg ógeðslega mikið á útgjöldum í þessu, þetta er ekkert bara eitthvað, þú spilar ekkert bara og fer bara umslag eftir það, sko. Og fólk held að eftir Jay Leno bara, fólk, ég veit ekki hvernig það kom til, en fólk heldur bara að maður bara svona fer bara, já, þú komst Jay Leno, gjör svo vel. Hérna er milljón. Bara komst þér hús. Já, þetta er alls ekki þannig, sko, þetta er bara. Þetta er svolítið fyndið. Og svo náttúrulega líka, þú veist, eins og, þú veist, hvort að við séum ára rík, við náttúrulega, já, eins og ég segi, þú veist, við þurfum að, þú veist, við erum þau seinustu sem að fáum einhvern bita af kökunni, skilur, við þurfum að sjá til að allir aðrir séu rauninni glaðir fyrst. Og er þetta eitthvað sem skiptir einhverju máli? Er þetta eitthvað að spá í þessu? Nei, ég veit það ekki, Jú, náttúrulega vissulega, þú veist, náttúrulega maður verður að geta, þú veist, Lifa á því sem maður er að gera. Já, en á sama tíma er maður að gera eitthvað sem er bara geðveikt. Þannig að ég er ekkert að stressa mig á því að vera ekki rík, sko, á því. Maður er bara ríkur í hjartanu. Já. Vá, vel. Takk fyrir. Það var flott lokaður. Já.